Komiði sæl. Nú var ég óheppinn. Ég sló þetta frábæra högg. Var á leiðinni beint inn á grínið, rúllaði á gríninu, fór yfir og rúllaði hérna oní þessa glompu eða sandgryfju eða eins og sem við kalla í útlöndum, bunker. Þannig að þetta eru svona hindranir sem á vellinum sem við þurfum að læra að komast fram hjá og stundum að spila upp úr. Þannig að hvað má og má ekki í bunkernum. Það sem að ég má ekki gera sem dæmi að við sjáum að liggur hérna boltinn í sandinum og það svolítið erfitt að slá í sandi. En ég má ekki taka svona æfingasveiflu í sandinn til að æfa mig. En við sjáum það strax að kylfan, það svolítið öðruvísi á grasi en í sandi, kylfan heldur bara áfram að fara niður. Ef ég fer hérna á jörðina, þá skoppa kylfan svona aðeins frá grasinu, sem að gera aðeins auðveldar að slá boltan af því. En ef ég í bunker, að þá fer kylfan bara heldur áfram að fara niður, þannig að hún grefst stundum ofan í sandinn og þegar maður reynir að slá, að þá fer boltinn ekkert áfram. Það sem að myndi fara áfram í venjulegu höggi. Þannig að þetta má alls ekki, allt sem að ég búinn að vera að gera. Það má heldur ekki, ef að mér finnst rosalega erfitt að slá upp á bunker og ég að reyna að gera það léttara fyrir mig, ég má heldur ekki grafa einhverja svona hólu fyrir framan og ég má að meira að segja ekki snerta sandinn með kylfunni fyrir aftan boltan þegar ég að slá. Þannig að ég verð að halda henni svona á lofti, þannig að ég nú búinn að gera sem ákveðin. Ef að boltinn liggur þetta venjulega, ég verð að halda kylfunni svona á lofti áður en ég reyna að slá. Nú, hvað eru góð ráð þá ef að ég í svona bunker sem með svona háum kanti? Ég nú frekar hávaxinn og ég varla sé gríni þegar ég hérna onni. Þannig að eitt væri að fara í þessa bunker á vellinum og bara æfa sig og reyna að sjá hvort að maður nái einhverju höggi sem að flýgur upp eins og það sem að ég reyna að gera. Ég reyna að opna kylfuð sinna aðeins og ég reyna að slá svolítið fast svona undir boltan þannig að hann skoppi upp úr. Þetta virkaði ekki einu sinni. Þetta nú meira hvað þetta erfið glompa. En ef ég slæ bara aðeins fastar þá flýgur hann upp úr og alla leiðina. En eins og þið sáu, það tók að mig, ég nú fínn í golfi, en það tók mig 2 tilraunir til að fara upp úr. Þannig að það getur verið erfitt að gera það. Einhver önnur ráð, það má alltaf, ef að maður algjörum vandræðum. Og þetta taka aðra kúlu til að sýna smá svona leynitricks. Ef að ég svona óheppinn og ég fer beint í glompuna, og þetta meðri glompunni, þá má ég taka pútterinn minn. Þetta nú ekki, maður sér þetta ekki oft í sjónvarpinu. Þau greinlega veit ekki af þessu hérna á PGA-túrnum. En ég get bara miðað hérna til hliðar, þar sem að kanturinn ekki jafn hár. Og ég get bara púttað beinustu leið upp úr. Og sjáu þið núna. Þetta svolítið magnað. Þá ég bara komin á stað. Sko, beint fyrir framan, ekkert í leið. Ég get jafnvel bara tekið annan pútter maður, beint upp á grín og onni með þig. Þetta nú getur verið svolítið snjallt. Frekar en að vera að hjakkast í bunkernum og slá 10 högg þar. Þá get ég bara tekið 1 til hliðar, púttað upp á og bjargað mér jafnvel bara höggum með að vera svolítið skynsamleg. En það sem við megum alls ekki gleyma í bunkernum og aðalatrið, alveg sama hvort að maður sló frábært högg upp á bunkernum, beint ofan í hóluna eða maður var svona eins og ég að hjakkast og slá aftur og aftur og aftur
aðeins að komast upp úr, að þá eru svona hríður út allt af vellinum, akkurat svona, og við verðum að nota þær til þess að raka eftir okkur sjálf og jafnvel ef við ætlum að vera ekta klubbmeðlimir, að þá rökum við bara allan bunkerinn, sama hvort það voru við eða einhver annar, að við bara viljum sjá til þess að völlurinn sé í góðu standi og að séu nú engin skófur fyrir næsta sem að spila á eftir mér. Ég er nú ekkert með sérstaka tækni sem að ég nota í þetta. Ég fór aldrei á neitt námskeið hvernig það var raka. Ég reyni bara að herma eftir honum Georg Bjarnfreðarsson í næturvaktinni þegar hann var að skúra gólfið. En reynum að láta þetta líta vel út og vonandi að við sláum góð högg líka upp á bunkernum. En það er nú svona sem maður getur borið sig í bunker. Ég mæli samt með fyrir alla á einhverjum tímapunkt í sumar, taka smá æfingu og reyna að læra höggið til að slá upp úr. Það getur verið svolítið gaman þegar maður er nærri. En er ekki meira í bili? Takk fyrir mig.